Komið í sæl. Ég, Þórey og Eiríkur í ráðunautar hjá RML. Við ætlum að fara í gegnum hér með ykkur sýrustigsmælinn sem mörg ykkar sem eru í loftslagsvænum landbúnaði eru búin að panta ykkur. En áður en að við gerum það, þá ætlar Eiríkur aðeins að tala og sýna okkur aðeins svona almennt jarðvísinatöku. Já, komið sæl. Það kom aðeins nær svo þetta sjáast nú betur. Hér er ég með svona uppdrátt að túnspildu og ef ég væri að koma að taka jarðvísin hjá ykkur núna eða við og hérna ætlum að taka svona heildarsýni úr túnunum eða túninu, þá geti það litið einhvern veginn þannig út að til að mynda ef að þessi hluti túnsins er mjög ólíkur hinum sem við viljum ekki blandist saman við, þá myndi ég væntanlega taka 2 sýni. Þetta getur túnið verið mjög breytilegt en maður þarf alltaf að ákveða hvernig maður hefur þetta. Ég er að taka svona, eða við, svona 10 til 15 tappa úr sem að fara í hvert sýni, 10 cm tappa frá yfirborði og niður og hérna síðan blöndum við þeim saman og sendum sýni til greiningar. Þegar þið eru hins vegar komið svona mæli í hendurnar til að mæla sýrustig, þá getið þið búið til svona greint túnið niður eftir því hvernig breytileikan í túninu með því að taka þá og mæla í rauninni bara hvern tappa, hversu marga það eru, það er bara eftir svona eðli og hvað þið viljið gera en það er svo sem engin regla um það. En þá myndið þið taka mælingu á sýrustigi úr hverjum tappa í staðinn fyrir að vera að blanda þessu öllu saman í eitt graut. Nú, en þá skulum við hérna kíkja í töskuna sem að þið fáið og það sem að við höfum þar er náttúrulega fyrst að telja mælinn sem lítur svona út. Hann getur mælt sýrustigi, auk þess getur hann mælt leiðni og hitastigi en það sem að við erum að horfa hérna er bara mæling á sýrustigi. Hér neðan við hattinn ef maður skrúar hann af, þá eru þar rafhlöðurnar sem að knýja hann og það er bara skipt hér. Hann koma rafhlöður með mælinum þannig að þá ekki þurfa að kaupa þær í byrjun. Síðan er hérna mæliborðið sem birtir niðurstöður og stillinappar hérna, það eru stillingar á því hvað maður ætlar að gera og kalibreringartæki og síðan til að kveikja og slökkva. Ef við losum þessa hlíf af hérna sem er nú svona þéttingsföst bara en ekki skrúfuð og lokið, þá sjáum við að þar undir er nemin í botninum með elektróðu sem að hérna mælir það sem við ætlum að mæla, sýrustigið. Og hérna ef að þetta stykki skemmist þá er hægt að losa þessa skrúfu og fá nýtt stykki í staðinn til þess að með nýrri elektróðu ef hún skemmist. Í botninum á tappanum er lítill svampur sem að þarf að vera blautur þegar verið er að geyma mælinn og þið þurfið að, ef hann er þurr, hann er væntanlega þurr, þegar þið fáið hann þá þurfum við að bleyta í svampinum með 4 buffernum sem er fyrir pH 4 og hann þarf að vera alltaf rakur þessi svampur. En við skulum kíkja á hvað er fleira hérna. Band ef þið viljið festa hérna og hafa svona, þetta er hálsband sem að mælirinn getur þá hangið hálsinn. Hér erum við með svona statíf sem er þyngd í og heldur vel jafnvægi og má geyma mælinn í eða láta hann standa í. Fleira er í töskunni hérna, það eru 3 svona glös sem að þetta eru standardar fyrir
leiðnimæling og við horfum alveg framhjá, við erum ekkert að skoða það frekar. Í lokinu vasi og í vasanum kennir ýmissa grasa. Fyrst þar að telja leiðbeiningabæklingin sem að þið skulið endilega skoða en það afar smátt letur í honum en hérna það má hafa einhver hjálpartæki til að geta lesið það og þetta á fleiri tungumálum og síðan hérna 4 bréf sem að innihalda mismunandi lausnir 3 þeirra innihalda buffer 1 fyrir P4, 1 fyrir P7 og 1 fyrir P10 það sem að við notum eingöngu til að stilla mælinn með buffer 7 og 4,01 það hérna. En við þurfum ekki að nota 10 því að mælingarnar á sýrustigi þær liggja á þessu bili í sýrustigi jarðvegi, þar að segja. Og svo eitt bréf í viðbót hérna sem að hreinsivökvi og við erum ekkert að nota hann. Við erum að nota afjónað vatn og hérna, þetta gegnir í rauninni þeim tilgangi að hreinsa á milli mælinga og notkunar mælinu en við erum að nota afjónað vatn til þess að gera það. Þannig að við getum látið hann eiga sér líka. Nú, síðan fylgja 4 svona mæliglöss og við erum búin að taka þau til nota. Við erum búin að setja hérna bufferinn úr 4,01 og 7 í þessi glöss, búin að merkja vel hvað í hvoru glasi og í allri notkunna og mælingum þá mikilvægt að merkja strax allt vel sem við ætlum erum að nota öll glös sem við notum og hvað fer í því til þess að það sé ekkert að ruglast. Það vont að muna svona hluti. Þá komið að því í rauninni hvað sem þegar við byrjum að nota svona mæli og Þórey, hún ætlar nú aðeins að segja okkur hvað gerum við þá? Já, þegar við fáum mælinn í hendurnar þá hann alveg þurr. Það engin vökvi í svampinu neðst í hettunni og áður en við getum kalibrerað hann í fyrsta skipti að þá þurfa mælirinn að vera búinn að standa í pH4 bufferlausninni í að minnstakosti 8 klukkutíma. Og svo ef að það gerist hins vegar að þegar við erum nú bara búin að taka mælinn í notkun að svampurinn þornar upp á milli þess að við erum að nota hann, erum að geyma hann og þornar í honum, að þá þurfum við að láta mælinn standa í 10 mínútur eða svo í annarkvort bara kranavatni eða þá svona pH4 bufferlausn og það meðal annars út af því að þegar hann þornar svona upp að þá geta komið svona kalíumklóríð kristallar sem setjast á elektróðuna og geta truflað mælingarnar. Þannig að þá bara gerum við það. Þá þrífum við hann þannig upp á milli. Já. En nú erum við búin að láta hann standa í bufferlausn í 8 tíma, rúmlega það. Þannig að í rauninni þá erum við bara tilbúin í kalibreringu á mælinu. Já, og það náttúrulega, það líka talað það ef það verið að nota mælinn mikið, ef það kannski mikil notkun á honum einhver dag, að þá talað að þá mælt með því að hann sé kalibreraður í byrjun dags og síðan aftur þá svona þegar verkið hálfnað cirka. En já, þá skulum við opna glösin. Fjórir hérna og 7 hér og áður maður byrjar þá þarf að sjálfsögðu að kveikja á mælinum
og svo hérna hægt að skipta á milli mismunandi sem hvað að mæla. Við sjáum hér vonandi örlítið pH-gildi undir tölunum sem birtist hérna á skjánum núna og þá sjáum við að það verið að fara að mæla sýrustig. En með því að nota móttakkan sem við erum svo sem ekkert að fjalla að þá hægt að skipta yfir á annað. En ef maður kveikir á sig og ekki með pH-merki þá þurfum við að íta á þennan móttakka hérna, kannski einhver skipti áður þar til hann sýnir að hann að fara að mæla pH. En það sem við gerum alltaf áður en að við mælum að það gott að hafa svona ílát undir afjónuða vatni sem ég hérna með í svona flösku og áður en ég byrja þá sprauta ég á hérna örlitlu vatni á nemann og ég á að byrja á því að setja hann í hérna buffer pH7 og til að kalibrera hann þá þarf ég að íta hérna á takkan í miðjunni sem kal. Já, ég þarf að halda honum aðeins inni. Og hann nú jú. Hann eitthvað að stríða mér, hérna. Prófa aftur. Nú fór hann að blikka sem hann átt að gera. Og svo kemur SA og END og þá 7-mælingin komin. Ég búinn að kalibrera fyrir pH7 hérna. Og þá rétt að skóla. Og þá fer ég með hann hérna á inn í pH4 og íti á kal hérna, held honum inni, þangað til að vera að blikka og hann blikkar Já, hann bara blikkar og blikkar. Já, þetta eitthvað. Alveg sáttur eitthvað. Ég ætla hérna, já, nú kom þetta og END, þannig að þetta tókst og það tæki sinn tíma. Ég held að þetta nú ekki að taka svona langan tíma, það kannski ágætt þegar við erum að pröfa okkur að við lendum í að þetta sé ekki allt fullkomið, þannig að ég var auðvitað að ég var orðinn vondaður að þetta væri að gerast. En sem sagt, þegar við erum búin að blikka og svo kemur mjög stuttastund, þá kemur hann stabíl með töluna, en svo birtist END á skjánum. Já, birtist fyrst SA, örstutt og síðan END. Já. Og þá er hann búinn að kalibrera sig og þá getum við tekið hann upp úr. Já, og þá rétt að skóla alltaf með afjónuðu vatni eftir hvert skipti. En þegar við erum búin að kalibrera, þá getum við farið í rauninni bara að mæla. Og þá ætla ég nú að loka honum hérna með hann og geyma hann því að við þurfum náttúrulega að undirbúa sýni. Ég ætla nú bara að slökkva með það. Og þetta á saman hérna, 4 og 4, loka þeim glösum og þau með að fara hérna til hliðar. Og þá erum við hérna með jarðvegsýna tappa sem búið að taka og hérna erum við með tappa sem nú nálægt í að vera 10 cm, svona cirka, og hérna efst sjáum það pínu gróður og við viljum kannski við losna við hérna alveg efsta lagið og rífa það bara af og síðan þá þurfum við að mylja þennan tappa niður bara með því að nudda hann í sundur og hérna þarf að gera það fyrir hvert sýni og ef við erum með fleiri saman þá þurfum við að
taka þá alla og blanda þá vel saman af því að þið takið síðan bara samsýni úr blöndunni af þeim töppum ef þau eru með meira magn heldur en í þessu tilviki bara 1 tappa. Og hérna erum við með mold úr tappa eða töppum sem búið að mylja svona saman og hérna ég með sýnaglas sem að þetta sýni númer 1 hjá mér og ég merki þá að þetta 1 hérna og ég búinn að skrá hjá mér hvaðan sýni 1 var á blaðinu og það sem að við þurfum síðan, nú mismunandi ílát sem þið kannski eru með eða eruð með og það þarf að, þið þurfa að passa upp á það að því að neminn þarf að fara að minnsta kosti 2,5 cm niður og við viljum ekki að endin á honum neminn sé að nudda í mikið að jarðvegi að þá viljum við hafa þetta meðan við kannski að það sé að lágmark 4 cm borð sem að þið eru með og við byrjum þá að fylla jarðveg upp í helmingin og síðan bætum við jafn miklu við af afjónuðu vatni. Þannig að ég ætla að fara hérna og taka jarðveg og ég ætla að, þetta mæliglas, þannig að ég þarf að fara upp í hvað þetta? Það nú að sjá þetta líka. Hérna ég búinn að ná, já, það svona cirka þetta magn sem ég ætla að hafa og ætla svo að fylla upp með vatni, afjónuðu vatni. Það má vissulega þegar maður að blanda svona aðeins hafa þetta í könnu, það fljótlegra kannski heldur að nota sprautukönnu. En nú ég búinn að tvöfalda rúmmálið og hræri þá í lausninni og þegar að því lokið að þá getum við ekki mælt þetta alveg strax. Við þurfum að láta lausnina standa í að minnstakosti hálftíma áður en við gerum mælinguna og það er kannski það er náttúrulega mikilvægt að maður gerir þetta alltaf eins til þess að maður hafi alltaf samanburðin, maður geti borið niðurstöðuna saman á sama grunni og hérna ágætis viðmið að kannski að þetta sé svona það bil klukkutími, það er ágætis viðmið en að minnst ákvæmst lágmark hálftími að þetta standi áður mælingan er gerð. Svo þetta sé nú svona eins og rétt og að vera, þá var ég hérna var ég búinn að blanda anlasýni og áður en ég gerir mælinguna þá ætla aðeins að hérna rétt að hreyfa þetta áður en að það er mælt, það er nú svo sem ekki að hræra endilega mjög mikið upp í því. Þetta má nú fara til hliðar. Þá sæki ég mælinn og opna og kveiki á honum og muna skóla, hann var í 4 buffer þannig að í svampinu þannig að það þarf að skóla áður en maður gerir mælinguna og nú ætti ég að geta bara hort á mælinguna eða sem nú sjáum við að hann er að mæla, hann er að hækka gildið og þegar að það stöðvast að þá erum við í rauninni komið með niðurstöðuna sem að við skráum þá niður á blað hjá okkur við þetta sýni. Sjáum hann fann að hægja á. Hann ætlar kannski að koma sér upp í 6,9 þarna. Þetta nú farið að gerast það rólega að við getum eiginlega, já,
það er ólíklegt að það verði mjög mikil breytingi viðbót, þannig að hér erum við þá í rauninni komið með mælingu sem er 6,9. Við erum nú ekki endilega að eltast í þá nákvæmni að þetta séu 2 aukastafir sem við erum með þarna. Og þá þarf maður að skóla og svo ef þau væri með mörg svona sýni þá getið þið tekið þetta bara í röð, skráðið niðurstöðuna og síðan farið þá í næsta glas og mælt. Og svo koll að kolli þangað til þið eru búin að mæla öllu sýni sem þið ætluðu að mæla í það skipti. Nú, við vorum að það er náttúrulega fá einn atriði sem að kannski við nefna að lokum og það er kannski það fyrsta að mælirinn má ekki frjósa, þá getur við skemmt, þá getur neminn skemmist eða frýs, það má búast í því allavega. Og er ekki eitthvað fleira, Þórey, sem að við viljum svona segja í lokin? Já, og það er best að minna á það að passa að rispa ekki elektróðuna sem er neðst á mælinum og þá er í rauninu út af því að svona venjulegur eldhúspappír eða heimilispappír hann getur rispað svona elektróður, þannig að það er bara best að sleppa því að vera eitthvað að þurrka þetta fram og tilbaka og við þurfum að hafa svona afgjun og vatn og í allavega sumum apótekum að þá eru til í svona 5 lítra einingum sem eru hagstæðari kaup í og svo þurfum við að eiga svona bufferlausnir og það er hægt að panta og kaupa svona bufferlausnir hjá fyrirtækjum sem eru að selja efnavöru og eins hjá fyrirtækinu sem er að selja mælinn. Það er bara muna það eða hafa það í huga að þessar lausnir, bufferarnir, þeir hafa ekki mjög langan geymslutíma. Þannig við þurfum að passa hvað við erum orðin gamlir ef við eigum eitthvað og skipta út. Það er líka mjög lítið af buffer sem að fylgir með mælinu, þannig að ef þið eru að nota hann í rauninni eitthvað á því, þá þurfið þið á þessu að halda. Já, einmitt. Já. En já, þá held ég að við höfum þetta ekki lengra en vonum að þetta komi ykkur að gagni og ykkur gangi vel að nota mælinn.